Já, komið sæl. Við höfum grunna lagð hérna á Grænlandshafi sem er að valda svolítið óstöðu lofti hjá okkur og talsverðum skúraleiðingum og þessi lagð hún nú leiðinni hérna austur á bóginn og síðan hverfur hún nú á kortinu og við tekur fremur róleg átt hjá okkur í vikunni en þó verða nú einhverja skúraleiðingar en lagðabrautin hún liggur hérna langt fyrir sunnan okkur og helsta stoppistöð lagðana þessa dagana eru Bretlandseyjar. Ef að við skoðum hitasvið að þá nú lítið að gerast þar þannig að hitinn munum verða nokkuð svipaður hjá okkur næstu dagana, svona milli 10 og 17 stig. Hlýjalofti hérna liggur langt fyrir sunnan okkur og svona leitast við að komast hérna inn til Bretlandseyja en síðan höfum við líka mjög hlýtt loft hérna á leiðinni inn yfir Skandinavíu og það mun því hlýna þar verulega þegar það kemur fram á helgina. Já, við skoðum þá hvernig spáin á morgun, þá nú gert ráð fyrir fremur hægri breytileg átt, svona gola eða kaldi og það verður þungbúið nokkuð víða, það verða talsverðar skúraleiðingar á morgun og sérstaklega hérna þá sunnan og vestan til og svona þegar líður á morgundaginn getur vel gert ráð fyrir að úrkoma verði samfelldum tíma bæði á suður og vesturlandi. En norðan til ætti nú að verða þurrt og gæti sést einhvern til sólar og hitatölurnar svona á bilinu 10 til 17 stig. Nú síðan áfram á mánudaginn að þá veðri nokkuð svipað hjá okkur, það ennþá svona fremur hæg breytileg átt hjá okkur, hitatölurnar á svipuðu róli og nokkuð bjart hérna norðvestanvert landið en við getum alveg gert ráð fyrir síðdegis skúrum þá sérstaklega hérna sunnanvert landið. Og áfram á þriðjudeginum að þá verður áfram svona mjög svipað veður breytileg átt hjá okkur talsvert skúrir þá einkum landið vestanvert þurrar hérna austan til og hitatölurnar á svipuðum nótum. Og síðan ef við förum fram á miðvikudaginn að þá eigum við svona verðum við á milli lagða kerfa þannig á landinu sjálfu á nú að verða hægbreytileg átt og víða léttskýjað og þurrt en það lagð hérna norðaustur á landinu og svona fremur stutt í hana og sjáum hérna þrýstilínum að það þá stutt í norðvestanáttina og ef að þessi lagð kemur eitthvað aðeins næra þá þyknar upp hérna norðausturlandi og síðan önnur lagð fyrir Sunnurland sem heldur ekki langt í og þegar hún kemur upp að Suðurlandi sem spánnir hún reyndar ekki ráð fyrir hún gerist á fimmtudeginum að þá byrjar að þykna upp og rigna Sunnurlands. En miðvikudagurinn hann ætti að verða nokkuð góður ef að þessi spá gengur eftir. Nú síðan ef við förum að skoða hvað að gerast í kringum okkur að þá eru skúraleiðingar á Bretlandseyjum og síðan höfum við lagð hérna yfir Norður-Evrópu og talsverð úrkoma mikið þrumuveður og sem teygja sig hérna alveg niður á Balkanskagann en í Grikklandi ætti nú að verða nokkuð þurrt og bjart og einnig að fara að létta talsvert til á Ítalíu. Og það að hitna á Íberíuskaganum og hitatölurnar komnar upp fyrir 40 stig á morgun. Hámarkshitinn á Suðurspáni það nú farið að létta til hérna í Frakklandi einnig en það verður nú þungbúið allra nyrst og síðan má nú búast við að verður með einhver strekkingsvindur hérna bæði norðan og austan til. Og ef við förum til Kanaríja þá fín spá þar á morgun, norðanáttin að ganga niður og það verður léttskýjað og hámarkstölur í kringum 26 gráðurnar. Og vestanhafs þá nú að létta til hérna við austurströndina þannig að sólin getur nú farið að skína þar en áfram talsverð þrumuveður hérna á sléttunum og síðan við vesturströndina og í vesturríkjunum ennþá mjög heitt. En við endum þetta á korti morgundagsins sem að býður upp á breytileg átt með svona fremur þungbúnu veðri og skúraleiðingum hérna sérstaklega sunnan og vestan til en ætti að verða þurrt norðanlands. Látum þetta duga veðri, verið sæl.